Jú, komið sæl og blessuð og velkomin í iPhone Extra. Í kvöld ætlum við að kynast þeim 12 einstaklingum sem munu mætast í Smáralindinni næstkomandi föstudagskvöld. Kíkjum á. Just as close as this holding on. I wanna ride through the plains and the deserts, out the rest of the crazy life. I wanna hear the coyotes singing as the sun sets in the west. Try to hide it, it's clear. There's no problem for you and not me. And I joke. When it's my time to go.
like every day's the last. Without a no, I can't fly hard enough for you to leave me now. Touch me now. I close my eyes and dream away. It must have been love, but it's over now. It must have been good, but I lost it somewhere. And I thought that maybe so lost now. Some cases that I'm over now. Við erum í Ármúla 23. Við seljum plankaparket. Kristín fór að skoða okkar nýja heimili, eða þar að segja sviðið í Smáralindinni. Hún talaði við alla ljósamann og hönnuð af öllum herlegheitunum og segir mér þá að hún hefur ekki lent í smá klapp. Ég vildi komast svona í burtu frá þessu tækja umhverfi sem hefur verið undanfarin ár og fara í svona meiri leikmynd. Í þessari leikmynd er svona 1,5 tonn af vatni, 1300 kíló af plasti, 300 metrar af hvítu jökulefni og svo allir flekar bara sem voru til í fyrirtækinu. Svo smíðum við þetta gólf hérna sem er búið að taka núna 7 vikur að smíða. Við erum búin að vera hérna síðan 3. janúar, setja upp. En undirbúningurinn byrjaði í september. Þá lagði ég fram teikningar til stöðutöðu að þessu og þeir heldur náttúrulega að ég var orðinn eitthvað galinn. En þá byrjuðum við að undirbúa þetta. Svona þegar það er flest þá eru kannski 3-4 menn hérna að vinna í klukkum og 2-3 að vinna í gólfinu og 3-4 ljósamenn. Það eru kannski 20 manns að vinna svona þegar mest er. Það eru nokkur 1000 klukkutíma sem fara í svona stóra leikmynd. Það er svona hvítt efni, svona álefni sem við mótum bara á jökulröndina. Kastum hérna á veggi. Þá getum við bara alveg ráðið í hvað jökulröndunum gerir krupp. Svo er þetta nú svona klakaefnið okkar. Þetta er svona sérstaklega svona plast sem við fengum frá Englandi. 1,3 tonn af plasti. Sem sviðsmyndir mótuðu fyrir okkur í þessa klaka hérna. Þetta er sem sagt aðalklakinn. Þetta smýst við og hérna eru tröppurnar sem krakkarnir fara upp. Þá snúið hann í hina áttina, þau stíga upp í tröppurnar, bíða og svo snúum við klakkanum. Þá labba þau niður fram á gólfið. Hérna fram á þetta plexigólf hérna.
Það verður plexi hérna verða 9 plasmar sem hefur standað, það verður svona samsett mynd sem hefur standað hérna núna. Hérna eru svona vatnsgrifur hérna út allt. Við speglum og svo speglum við ljósum hérna úr loftinu, speglum ljósum hérna aftan á þau. Það er svart plexi á öllu gólfinu, þannig að jökulröndin mun vonandi speglast hérna í áttina að myndavélinni. Þetta á að vera svona vassflötur sjálfur sér. Þessi jaki sem sviðsmyndir er búin að vera í hálfan mánuð að búa til, hann er samsettur úr mörgum einingum. Það er svona margar skeljar sem mynda jakann. Og svo svona eins og öllum öðrum góðum tækjum, þá er þjónustuinngangur á klakkanum. Hann er hér. Ljósið er komin inn í jakann. Hérna samsettur. Hann verður að vera opinn vegna þess að hérna hefur fullt af vatnsbökkum og fullt af ljósum. Hérna inni verður myndaflið. Með hér sko. Og mun varpa myndum hérna innan á jakann. Hérna undir er mótor sem drífur paddinn, hringpaddinn. Það er svona hringsvið fyrir jakann. Hérna eru vatnsbakkarnir okkar sundlaugarnar. Og svona eina tæknilega vandamáli sem er eftir, það er hvernig við hreimum vatnið. Það er komið fara margar hugmyndir, eins og að fylla þetta gullfiskum eða hafa litla stráka hérna undir sem eru bara með puttan ofan í þessu, en við finnum einhverja lausn á lokum. En svona til marks það það þarf að kaupa mikið af hlutum, þá er svona cirka 300 speglar notaðir til að spegla og við tæmdum íkveðið af öllum speglum sem er áttið. Giftum allan lagarinn. 660 sem er einnig sæti. Hérna er jökulröndin og þá komum við bak við hana. Þá sjáum við gamla fleka á Íslandi í dag sem er notað sem grunnur á jökulröndinni. Það er semst allt notað sem til er. Þetta snýr aldrei að myndavélinni. Svo hérna, en nú reyndar sko, það er engin lýsing á þessu ennþá sko, þetta er bara hrátt eins og þetta er núna sko. Svo setjum við svona vatnsbakka við alla jökulröndina, setjum þá hérna við jökulröndina, tökum svo ljós sem geta skipt litum og lýsum ofan í vatnsbakkann og hreyfum vatnið. Það kemur svona vatnslýsing upp alla jökulröndina. Það er ekki komið ennþá, þannig að það er nú ekkert á markaðinn ennþá. Svo náttúrulega er Elkiljósa maðurinn, hann Siggi, hann er þarna uppi. Hann er komið með sína plöntu. Hann fær kannski fótanuttæki og sjónvarp og svona eitthvað til þess að hafa náðugt þarna uppi. Já, hann þarf að vera þarna uppi í 4 klukkutíma. En Hilmar smiður er hérna að smíða það sem við köllum klakmóbíl. Það verður semst 2 plasmar hérna onni og svo kemur svona klakaefni hérna yfir og svo kemur kraninn og rennir yfir þessar myndir og áttina að sviðinu. Fyrra var þetta sko plasmóbíl og því þá vorum við með marga plasmar sem sáust í mynd, en núna köllum við þetta klakmóbíl því hérna kemur klakaefni yfir. Næsta ári heitir þetta gamemóbíl. Og það er verðlaun fyrir þá sem getur getið upp á hvað þetta er. Þetta er lítill foss. Kíkið hérna undir. Þá er rönd hérna í plexíðinu. Hérna er streymið niður vatn og myndar foss og fellir hérna ofan í. Þetta net er til þess að minnka hávaðan á fossinum. Svo er dæla hérna aftur í sem dælir vatninu upp aftur. Þá er komið hringar og hérna er komið foss sem er svona meter sinnum 80. Svo er myndavélin sem kemur að þessu. Við vörpum mynd aftan á fossin. Þá erum við foss í forgrunn fyrir eitt krán. Við viljum líka fara hérna upp og við viljum ekki yfir þetta. Já. Já. Það er alveg geðveikt sko. Já. Yes.
okkur bara. Það er Já, við bara átt bara. Það er lofrætt. Það er pínu en það veist ekki droslega. Það er alltaf leið. Vá, þetta er geðvægt. Ég er pínu loftrætt, já. Ég finn það núna. Hérna eru svona trössin sem við hengjum í lofti. Það eru svona álgrindur sem við hengjum ljós í ána og hérna mun, í hinni trössunni hérna mun fossinn hanga. Það eru svona grindur sem við setjum upp í lofti og hengjum allt drasli í. Vindörpana og ljósinn og fossana og jöklana og það sem það. Ó, það er Fyrsta skipti svona hjá mér í krana. það. Já. Aldrei fyrsta skipti. Þetta sést út af tóttunni, það er Jökullón. Ég veit ekki hvað það er. Nýtt á Þrátt fyrir að krakkarnir séu bæði sæt og hugguleg, þá eru þau nú ekki alveg svona sæt, eða hvað. Hár fór fljúgandi út allar áttir og make-up alla veggi, því að krakkarnir gengu í gegnum extreme makeover á góðri íslensku. Nú, þetta er einmitt það sem við munum sjá í næsta þætti, við getum ekki alveg sýnt ykkur þetta allt saman núna. Og með þessum orðum ætlum við að kveðja Idol Extra í kvöld, en við minnum á þáttinn í beinu útsendingunni, sem er á milli þáttana, skiljiði mig, sjáumst það. Rape me, my friend. Rape me again. Nú er klukkan 9 að kvöldi til, við erum búin að vera í 12 tíma. Hvað segirðu? Hvað tekur þetta svona langa tíma? Já, svona er þetta. Við erum örgulega klukkutíma eða 2 eftir. Þetta er bara svona, það verður að sminka og greiða og að lita og gera allt. Rape me